Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur forskoðara skjala. Forskoðari skjala leyfir okkur að skoða hvernig skjalið lítur út inn í kerfinu á einfaldan máta í svokölluðum PDF-skoðara. PDF-skoðarinn er á mörgum stöðum í kerfinu en ég ætla að fara sérstaklega yfir hann í tilbúin fyrir vinnslu. Tilbúin fyrir vinnslu eru skjöl sem eru móttekin af skeytamiðlara og inn í kerfið en hafa ekki myndað innkaupareikninga eða innkaupaskjöl sem við síðan gangum frá. Við smellum á tilbúin fyrir vinnslu. Í þessu umhverfi er ég með ákveðna vinnsluröð á bið sem kerfið lætur mig vita og ég ætla að loka henni. Nú sé ég hlutverki sem ég er í sem er rafræn skjöl á innlið. Ég sé að ég er með öll skjöl opin í þessum glugga og ég sé öll þau skjöl sem er í stöðunni nýtt. PDF-skoðarinn er hér á hægri hönd. Ég sé hann sem forskoðun skjalsins sem ég er að fara að vinna með. Þegar við ýtum á línuna þá skiptum við skjal sem við sjáum hér. Þess vegna er ég að horfa á skjalið SR 240024 sem er þessi sölureikningur hér. Forskoðarinn sýnir okkur afrit reiknings ef að við fengum reikningin sendan með í viðhengi með rafræna skjalinu. Annars má alltaf sjá skjalið eins og rafræni reikningurinn myndaðist. Þetta er eftir staðlaráðs stílsniði. Við sjáum aðgerðina sem eru hér uppi. Ef við smellum á 2 örvar til vinstri, þá förum við ávallt á fyrstu síðu. 2 örvar til hægri, þá förum við á síðustu síðu. 1 ör hleypir okkur fram og tilbaka eftir hvor við áttina við ýtum á. Með því að smella á miðjuna, þá getum við valið síðuna sem við erum í. Ég ætla að fara aftur á síðu 1 og fara svo hér yfir á hægri hlið til að sýna ykkur hvernig við getum stækkað og minnkað reikninginn. Plúsinn stækkar myndina. Þegar við erum búin að stækka myndina, gæti verið að við sjáum ekki allt sem er á myndinni og þá getum við dregið okkur eftir myndinni til að geta skoðað á hluti sem við sjáum ekki. Mínusinn leyfir okkur að draga frá þannig við getum séð stærri mynd. Ef við tínum okkur og við viljum endilega komast aftur í stærðina sem að glugginn styður, þá getum við einfaldlega ýtt á tóma gluggann og þá fáum við hann í upprunalegri stærð. Blaðsíðan með stækkunarglerinu leyfir okkur svo að opna reikninginn í stílsniðsformi. Hér get ég séð reikninginn og ég sé hann er á ensku vegna þess að í sentara uppsetning er búið að stilla fyrir mig kerfið til að vera með þetta stílsnið á ensku.